íslensku. Í dag þetta merkilegu dagur í mannkynssögu, þessi 250 ára afmæli bandarísku þjóðarinnar. Og það verður að hafa orð á því að grunnurinn að stofnun bandaríska ríkisins eða Norður-Ameríku var Biblía. Það voru örfáir menn sem tóku sig saman og þeir lásu saman Biblíuna og fengu hugmyndirnar sem að einkenna stjórnarskrá Bandaríkjanna. Og þetta var ekkert endilega gert á einum degi, en þetta byrjaði fyrir þetta 205 árum og það var til þess að það fór allt saman í gang og við þekkjum Bandaríkin Norður-Ameríku á þessum dögum okkar. Þetta voldugasta ríki sem hefur risið upp í mannkynssögunni og margur segir að þetta vegna þess að þeir lögðu réttan grunn. Og það svolítið merkilegt hvernig maðurinn getur búið til góðan grunn, hann fær hugmyndir og leggur það saman og svo allt í einu komin stjórnarskrá, það komið eitthvað sem heitir lög og réttur, samþykkt og ekki samþykkt og síðan það sem við eigum að gera og sýna hvorum öðrum. Og þetta búið að vera eins og draumaríki flestra sem hafa kynnst Bandaríkjamönnum. Þeir voru hér í Keflavík og þeir sem að muni þann tíma, þá voru Bandaríkin búin að hafa þau áhrif hér á þennan söfnuð, bara til dæmis, að við eigum enskumælandi fólk á meðal okkar og hafa talað hvað enskan hefði verið ríkjandi í Keflavík. Á þeim tíma fyrir svona 50 árum, þegar ég var bara ungur maður, við vorum alltaf byrjuð að anda, að það var mjög algengt að við fengum predikara og trúboða frá Noregi og Svíþjóð og við gátum eiginlega fengið hvern sem var úr söfnuðunum til þess að túlka frá dönsku, norsku, sænsku og yfir á íslensku. Og svo komu ameríski trúboðar. Þeir voru enskumælandi og vitið hvað þeir gerðu í Fíladelfíu? Þeir hringdu hingað og þeir báðu Lídíu að koma. Þá var hún bara unglingur og hún var það fær í ensku vegna þess að hún bjó svo nálægt Bandaríkjaher að það var allstaðar enska meira og minna sem var farin að líta þetta samfélag hér í Keflavík. Var þetta slæmt? Nei. Þetta var bara mjög gott fólk, en það var svo mikill ávinningur af því fyrir hvítasunnuhreyfinguna að hafa aðganginn að henni Lídíu. Hún bjó hérna niður í kjallara og var hluti af þessu söfnuði, en Lídía, hún flutti þessi amerísku áhrif og kom með fagnaðarerindið sem Ameríkanir voru að flytja og sagði okkur alveg satt og rétt frá. Og mér finnst alveg stórmerkilegt að geta séð það og sagt að sú hugsun, sú þekking sem að hún var með, hún birtist í því að við getum flutt mönnum fagnaðarerindið vegna þess að í Bandaríkjunum fyrir 200 árum þá voru menn sem voru að lesa Biblíuna, þeir tóku mark á henni og þeir bjuggu til ríki, enskumælandi ríki. Þeir auðvitað áttu allir að tala íslensku, því við töluðum íslensku í Englandi fyrir árið 1066, en förum ekki út í það. Það bara svo, það annar mál. En þessi skilaboð sem að mennirnir tóku út úr ritningunni, ég ætla að taka hluta af þessu skilaboðum til ykkar nú í dag. Aðeins að leggja þetta svona fram, hvaða sem Biblían að segja við okkur. Nú kannski þitt álit á Biblíunni ekkert endilega hátt metið eða þú metir ekkert Biblíunni endilega sem Guðsorð. Ég veit ekki hvaða skoðanir þú hefur, því að við heyrum bara í okkar samfélagi á Íslandi, þá jafnvel orðið hættulegt að við kennum Biblíuna. Það verður að segja við okkur að ef þú ferð að lesa Biblíuna, þá færðu annarlega skoðanir, það hefur áhrif á þig, þú eru hatursfullur og þú fyrirgefur ekki og svo framvegis og svo framvegis. Menn með alls konar skoðanir á því. En það sem að postuli leggur til okkar, það svona hluta af þessum grunni sem að Bandaríkjamenn tóku inn til sín. Og komið með mér í Efesusbréfið
og taki eftir, ég ætla að beðja ykkur að leggja það á minnið, þegar ég lesa úr Efesusbréfinu, þá þetta ekki orð til gyðinga, þetta orð til Grikkja eða Tyrkja, því Efesus í Tyrklandi, og Páll postuli að skrifa þessum mönnum sem voru áður í heiðinni og eru núna komin inn í kristna trú. Í 3. kapitulanum og 20. versinu, þá tala Páll afskaplega skýrt það við þá. Hann byrjar á þessum kafla með því að það sagt bæn styrk og skilning. Þess vegna beygi kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðirni fær nafn af á himni og jörðu. Þá sjáum við hvernig Páll postuli tekur orðið faðir og leggur eitthvað vægi í það. Þetta mikil vikt. Hann beygi kné sín fyrir föðurnum. Í dag þá við að heyra feðraveldið. Því þá menn komin með alveg þveröfuga áherslu á hvað þýðir að vera faðir. Og ég deili alveg þessari reynslu með henni Dagnýju þegar hún orðin amma í annað eða 3. skipti. Ég búin að bæði orðin afi og langafi og það alveg gríðarlega merkileg uppgötvun að finna það að litla barnið sem maður sér í fyrsta skipti, það hluti af okkur. Það hluti af fjölskyldunni. Ég sagði það við konu mína þegar hún var að fæða með börnin og þau voru orðin 4 og 5, svo kom eitt nýtt í viðbót og það var svo merkileg reynsla þegar barnið kom heim, þá bara passaði það inn í fjölskylduna. Það var svo fjölskyldan hafi alltaf verið ætluð því og við urðum bara stærri og fjölmennari. Í dag þá verið að segja við börnin okkar, verið ekki að taka tillit til þess hvers kyns þið eru, bara breytið í kyninu ykkar, verið það kyn sem þið viljið vera. Og Biblían segir við okkur, hafið ekki lesið, hann gjörði þau karl og konu. Eigum að breyta því, Amerikanir fyrir 250 árum, þeir breyttu engu. Þeir tóku mark á því sem orð Guðs sagði og þeir byggðu upp eitt voldugasta þjóðfélag sem til á jörðinni í dag. Þetta tilviljun? Komið svo með mér í 20. versið í Efesusbréfinu 3, það segir hann, en honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld, sem í oss verkar. Honum sem í oss verkar. Verkar Guð í þér? Guð eitthvað að vinna í þínum hugmyndum, þínu hjarta, þínu áliti? Við erum mjög oft þannig að við svona látum leiðast eftir tíðarandanum. Já, þetta tíðkast í dag og þá ger ég það, en tíðarandinn, hann eitt af því sem þarf ekki að vera sjálfsagður eins og hann Tíðarandanum hægt að breyta. Og það það sem leyndardómur við þetta orð hjá Páli postula, en honum sem í oss verkar með krafti sínum og hann megnar að gjöra langt fram yfir það sem við höfum ályktað. Hvernig verkar Guð í íslensku þjóðinni? Nú erum við að heyra það að við erum öll kölluð kristin. Og hvernig verkar Kristur í okkur? Og ég mjög þakkláttur fyrir þennan vitnisburð sem þið sögðu okkur núna áðan, hvernig miskunn Guðs, hvernig upplifið samfélag við hann, jafnvel þó þessu orðan ekkjur og þessu orðin ein, þá miskunn Guðs með okkur í samfélagi heilags anda. Og þetta stór leyndardómur sem við megum ekki missa af. Við erum stundum í baráttunum það, á ég að láta tíðarandan ráða, segja mér fyrir verkum, á hann að ráða hvað rétt og rangt, eða á ég að gera eins og Amerikanarnir fyrir 250 árum, taka orð Guðs, raða þið niður, leggja það fram og sýna hvað Guð vill gera. Það eitt staður sem Páll postuli talar ég ætla að fara þangað með ykkur núna, það í Rómarbréfið, hann að spyrja það verður að spyrja gyðingana, nú fer ég frá Efesus og yfir í gyðingana, og í Rómarbréfinu 3. kapitula, hann talar mjög margt merkilegt sem að finna í Rómarbréfinu, en nú Páll postuli að tala gyðingana,
Og við erum inn á því að gyðingurinn, hann sé ekki endilega kristinn. Hann sé auðvitað trúaður á Guð og sinn hátt, en hann ekki að fara eftir því sem að fagnarerendi segir, vegna þeir gerðu svo mikil mistök. Þegar Kristur var uppi, þeir höfnuðu honum. Þeir sögðu gefa oss Barabbas lausan og þessi andi ennþá yfir gyðingunum, en hafa eitthvað gildi í dag. Við erum meira að segja að horfa á það að fólk að skrifa, ég ætla bara að fara með eitt morgunblað frá því í upphafi þessa árs, þá að skrifa greinar einmitt Ísrael, af því að það eru deilur hvort að gyðingarnir eigi á réttu að standa. Hafa þeir rétt til þess að taka landið og eru þeir menn til þess að erfa landið, þetta rétti kynstofnin, og það eru 2 greinar á þessari einu opnu sem bara fjallar Ísrael. Snertir þetta okkur? Þetta snertir utanríkismálin á Íslandi svoleiðis að við erum að horfa á það að utanríkisráðherra, hann jafnvel, eða hún að taka á því hvort að eigi að fara í málsókn gyðinga vegna þess að þeir eru að stunda þjóðarmorð á Gaza. Og svo eru nýjustu tölur sem benda á það að íbúafjöldinn á Gaza, hann alltaf að aukast. Þá ekki þjóðarmorð í gangi. Það eitthvað annað í gangi. En við erum með utanríkisráðherra sem les svona vitlaust í tölurnar. En hvað segir Páll postulinn gyðingana? Þetta menn með þjóðarmorði? Þetta menn sem eigum að standa í gegn? Þeir hættulegir? Því að þeir eru búnir í gegnum tíðina að vera í afskaplega miklum átökum. Það voru átök fyrir gyðinga fyrir 80 árum. Að vita það að það var löglegt að taka þá á götunum bæði í Póllandi, Þýskalandi, Frakklandi alla Evrópu. Sópa þeim saman í útrýmingabúðir, það voru 6 milljónir sem breyttust í ösku. Ég hef einu sinni farið inn í svona útrýmingabúðir, það búðin Majdanek, það voru 1000 manns sem voru drepnir og brenndir á einni viku. 1000 manns. Og þetta starfaði í rétt rúm 3 ár. Og þá getið bara rétt ímyndað ykkur hvaða árangur þetta var eða þetta gaf. Það var svona, fyrir utan húsið, þá var lítið þró, eða lítil, þetta var svona svo góð sundlaug og hún var full af ösku. Allt saman menn sem höfðu verið lifandi eins og þú og ég, þeir voru drepnir, brenndir og askan, hún var sett í þessa þró. Og það þarf svolítið mikið þegar askan okkar bara, hún rúmar í svona lítið ker, þið vitið. Hvað að ef að gyðingurinn fær svona meðferð hjá okkur mönnunum? Og Páll segir, hvað hefur þá gyðingurinn fram yfir? Þetta fyrsta versið í 3. kapítuli Rómarbréfsins. Hvað hefur þá gyðingurinn fram yfir? Eða hvert gagn umskurnarinnar mikið á allan hátt? Fyrst það að þeim var trúað fyrir orðum Guðs. Ég stoppaði við þetta. Þeim var trúað fyrir orðum Guðs. Og þegar við hugsum hvernig stendur á því að þeim sem var trúað fyrir orðum Guðs hafa fengið svona útreið af öðrum þjóðum. Það búið að vera útrýmingar herferðir á gyðingum í gegnum aldirnar. Maður nefnir ykkur eitt. Þeir fengu orð Guðs. Og þá Móse, hann foringinn. Við förum í 2. Mósebók, 17. kapítula og þá sjáum við að þessi maður, Móse, hann búinn að leggja 10 plágur yfir Egyptaland vegna þess að hann talaði orð Guðs, hann gaf fara á viðvörun, leyfðu fólkin að fara, gefðu því frelsi og fara á bara þverskallat og sagði nei. Og það var í hvert einasta skipti sem fara og sagði nei, þá kom refsing. Þá kom dómur og það voru 10 atriði sem að Móse nefndi og við getum nefnt, þau fylgdu öll því sem að fara og gerði. Þegar hann sagði nei, þá fékk hann það neikvæða. Og Móse hélt áfram með orð Guðs og í 10 skipti þá áttaði fara á sig ekki eða vildi ekki viðurkenna að Móse væri að gefa orð Guðs. En vissu það, bróður og systir, þetta sá sami Guð sem að fór svona með Móse og gaf honum lifandi orð sitt og gerði það þannig að
Móse var trúa fyrir orðum Guðs, hann ætlar líka að trúa þér fyrir sínum orðum. Hvað ertu tilbúin að gera? Hvað ertu tilbúin að fá til þess að taka mark og vera boðberi þessara orða sem að koma úr eilíðinni frá huga Guðs inn í þig og móta þig, gera þig að manni sem að Guð hefur unun af, eiga samfélag við. Og það svo með okkur mennina, við viljum endilega passa það að vera nú vinir allra. Við erum ekki að styggja fólk, við ætlum að vera bara kærleiksrík og svo framvegis sko. En hvað gerðist hjá þessum gyðingum sem að var trúa fyrir orði Guðs? Móse fer af stað, hann fer í eyðimerkurgönguna miklu og þeir eru reknir út úr Egyptalandi. Hann mætir Rauðahafinu, Rauðahafið klofnar og Ísraelslíður fer yfir. Rauðahafið fellur saman og her faraós drukknar þar. Voru ekki lausir, voru ekki erfiðleikarnir bara farnir, var ekki Egyptaland að baki og nú var bara björt framtíð og það var bara eyðimörk og Guð ætlaði að sjá þá. Nei, ekki aldeilis. Móse fór upp á fjallið 50 dögum eftir hann fór í gegnum Rauðahafið. Þar fékk hann boð og lögmál Guðs. Og þegar hann kemur tilbaka og aftur til Ísraelslíðs, þá það fyrsta boðorðið sem hann var með til gyðingana: ég drottinn Guð þinn sem leiddi út af Egyptalandi, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Hvað mætti honum þá? Móse var með lögmálstöflurnar allar ritaðar í steinin. Hvað mætti honum þegar hann kom með þetta boðorð: þú skalt ekki hafa aðra guði en mig? Það var ekkert annað en gyðingarnir voru búin að búa til nýjan Guð. Þeir voru búin að steypa gullkálf og maðurinn sjálfur, hann á þetta en að svakara veikleika að tigna eitthvað annað heldur en Guð almáttugan sem hann ekki sér. Og það vita allir að tilveran sem þú ert í, jörðin, þú finnur hvergi líf nema á jörðinni. Það nær svona upp í 10 kilometra hæð og niður í 10 kilometra dýpi. Við erum með líf á 20 kilometra belti. Það ekki langt, það hálf leið til Reykjavíkur. Það bara lífið. Og að það skulle vera bara á þessari jörð, halda þetta sé tilviljun. Það ekki á tunglinu. Þeir eru búin að vera að rannsaka á Mars. Það alveg steindauður jarðvegurinn, eigum að kalla það, eða Marsvegurinn. Það ekkert þar. Það bara líf að finna hér á þessari jörð. Og skilur nú hvers vegna Jesús Kristur kom hingað á þessa jörð. Og takk eftir að þegar Ísraelslíður kemur út úr Rauðahafinu og inn í eyðimörkina og hann komið lögmál Guðs og gyðingunum falinn trúnaður á þessu að taka boð Guðs og gera þau merkileg. Það fyrsta sem mæti þeim eftir það, komið aðeins með mér í 17. kapitulan. Það bara, þetta eitt af því sem að ég ætla að fá aðeins að leika mig svona með að segja ykkur bara söguna. Í 17. kapitula annarrar Mósebókar, þá byrjar hann á því að tala þráttan við Massa og Meriba. Og öll þessi heiti, þau hafa ákveðna merkingu. En svo í helming kaplans, þá segir Amalekítar ráðast á Ísraelsmenn. Þeir voru varla komnir úr Egyptalandi, þetta 50 plus dögum eftir að þeir eru komnir úr Egyptalandi, þá voru Amalekítar mættir, dalbúarnir. Og hvað gerðu þeir? Jú, sagan segir, þá kom Amalekítar og áttu orustu við Ísraelsmenn í Refidím. Þá sagði Móse við Jósúa: vel oss menn og far út og berst við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst upp á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Og hver ætlaði að hafa staf Guðs og hvar var hann staddur? Efst upp á hæðinni. Þetta tilviljun? Því að Amalekítar, það þýðir nefnilega dalbúar. Þeir sem fóru niður í dalinn, þeir sem voru neðst niðri. Af hverju vildu þeir ráðast á þá sem voru upp í hæðunum? Og með þetta speglast í Davíðssálmi 24 og Davíðssálmi 15. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að gista á hans helga stað?
Móse og Davíð að tala það sama og nú Móse, hann velur staðinn upp á tindinum, ekki gat hann barist við Amalekíta ef hann var upp á tindi, en hann gerir það. Jósúa gjörði sem Móse hafði sagt og lagði til orrustu við Amalekíta, en þegar Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina, þá gjörðist það að alla þá stund Móse hélt upp hendi sinni, veitti Ísraelsmönnum betur, og þegar hann lét höndina síga, veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar, tóku þeir stein, létu undir hann og settist hann á steinin, en þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn hvora hlið. Þannig að Móse, hann var allan daginn með hendurnar uppi á meðan Ísraelsmenn voru að berjast við Amalekíta. Og hverjir fengu sigur? Auðvitað Ísraelsmenn, auðvitað Móse, auðvitað þeir sem að Guð var búinn að fela orð sitt í hjarta. Auðvitað þeir sem voru boðberar orð Guðs vegna þess að Guð hafði trúað þeim fyrir orði sínu. Hvað heldur að gerist hjá þér ef þú tekur líka orð Guðs í þitt hjarta og þú tekur líka við orði Guðs? Heldur að þú verður eitthvað minni maður heldur en Móse? Vistu ekki hvernig Guð er? Hann stendur með sínum þjónum, hann stendur með sínu orði og hann lætur okkur fá sigur. Við sleppum ekkert við baráttu. Við fáum að reyna að við erum í mjög alvarlegri baráttu. Ísland í baráttu. Það mikil barátta á Íslandi, kristnin rétt? Eða eigum að leyfa okkur að trúa hverju sem Eigum að taka stokka og steina og bara breyta þessu eftir okkar eigin geðþótta? Nei, við verðum átt okkur á að Guð, hann hefur fengið yfirráð yfir þessu landi. Enda syngjum við hygglust og Guð vors land og lands vors Guð. Við lofum þitt heilaga nafn. Erum við hægt að lofa leið og leik lokið? Nei, við höldum áfram. Og svo komið í framhaldi að þessu, Amalekítar, það kemur fram að í 16. versinu, Móse reisti þar altari og nefndi það Jahve Nissi. Og þá var Guð nýbúinn að segja, og sjáið þið 14. versið, rita þú þetta í bók minninga og gjör Jósúa það hugfast, því að ég vil vissulega afmá nafn Amalekíta á jörðinni. Ég mun afmá nafn Amalekíta á jörðinni. Er Guð kærleikur? Hann ætla bara að afmá Amalekítana á jörðinni. Og við segjum, Guð náttúrulega kærleikur, þetta ekki sami Guð og ég trúi á. Og þeir heyra með þess að prestar, þeir að tala að Guð gamla testamentisins allt annað Guð heldur Guð nýja testamentisins. Ég trúi á Guð nýja testamentisins. En við stöndum í baráttu. Og þessi Amalekítar sem hérna þeim var ekki útrýmt alveg strax. Sagan heldur svolítið áfram. Komdu með mér í Esterabók. Ég ætla aðeins að fá að fara með þangað. Þá eru komin svona, ég að sleppa reyndar að fara í daga Davíðs konungs, því að það var kannski rétt að taka það líka með. Förum í Samúelsbókina, það sem við erum að tala einmitt hluta af baráttunni þegar Sál konungur átti að slíta af 15. kapitúli fyrir Samúelsbókar, og þá fær Sál konungur þá skipun að útrýma Amalek. Ég ætla að fara með ykkur bara í 17. og 18. versið, því að Amalekítar, þeir voru að ráðast á Ísraelsmenn. Og þá sjáu þeir ráðast á Ísraelsmenn svona 1440 fyrir Krist, og nú erum við komin að Samúelsbókinni í tíma Sáls og Davíðs. Það svona 1100 fyrir Krist, þannig að við erum að tala 400 til 500 ár á milli þessara atburða. Og hvað gerist þá? Það alveg sami andi yfir Amalekítum, þeir ráðast á Ísraelsmenn. Og svo segir 17. versið, Samúel mælti, ekki svo að þótt þú sért lítill í þínum augum, þá þú þó höfuð Ísraels ættkvíslar. Því að drottinn smurði þig til konungs yfir Ísrael, og drottinn sendi þig í leiðangur og sagði, far þú og bannfær syndarana Amalekíta. Best við þá, uns þú hefur gjör eitt þeim. Af hverju var dómurinn svona strangur? Jú, þið munið að Ísraelsmenn, gyðingarnir, þeir fengu traust Guðs.
þeim að trúa fyrir orði Guðs. Og ef að gyðingum hefði verið eitt í þá daga, þá hefði náttúrulega orð Guðs dáið með þeim og Guð hefði ekki getað staðið með þeim. Við erum með nákvæmlega samskona dæmi í dag. Menn eru að reyna að ráðast á Ísrael og eyðileggja ríki gyðinga með alls konar ásökunum vegna þess að þeim var treyst fyrir orði Guðs. Þeir eru ekki menn fullkomnir, þeir gera sín mistök, þeir þurfa líka að snúa við, þeir þurfa að taka við Jesú Kristi og það er tilgangurinn með komu þeirra til Ísraels að Jesús ætlar að koma á þann stað. Hann er með stefnumót við gyðingana. Hann ætlar að mæta á staðinn, stíga olíufjallið og hverjir verða þá til að taka mótunum? Gyðingar. Hvar verður þú þá? Við verðum með honum, því við verðum hrifin til funda við drottinn í loftinu skömmu áður og síðan er okkur skilan aftur á jörðina til að taka þátt í 1000 ára ríki Krist. Guð veit hvað hann er að gera. Guð þekkir nákvæmlega hvernig við förum að. Þekkir þú hvað er að gerast? Þekkir þú orð Guðs? Lætur þú orð Guðs leiða þig? Lætur þú orð Guðs setjast að í huga þínum og hjarta til þess að þú verði viðbúinn, tilbúinn því sem framundan er? Guð, hann er ekkert að gera neitt af tilviljun. Þetta er mjög skipulögð áætlun. Eina sem við vitum ekki með áætlunina, það er klukkan hvað? Hvaða dag Guð kemur eða Kristur kemur. Við fáum ekki að vita tíma eða tíðir sem að Guð setja sjálfsins valdi, við mögum bara vera undirbúin. Gera alveg svo Páll postuli, hvatti Efesusmenn til að vera tilbúna og vera í Kristi. Við skulum fara nú frá Samúelsbókinni, því að það er hérna einn Amalekítarnir, þeir eru að berjast og svo vitum við að konungur Amalekítarna, hann er sagður heita Agag og Samúel mælti, færi mér Agag, Amaleks konung og Agag gekk til hans kátur. Nú var Agag hress, hann ætlaði að lifa áfram, en spámaðurinn tók hann að lífi. Hvað með þennan Agag? Var hann erfingi alls þessa sem Amalekítar höfðu gert? Þeir höfðu ráðist á Ísraelsmenn á leiðinni inn í eyðimörkina, út úr Rauðahafinu, svo er Agag kominn aftur á dögum Davíðs konungs og Sáls til þess að berjast við þá og eyðileggja Ísraels ríki. Og Agag, hann er Amalekíti. Svo vitum við að hann átti afkomanda. Hann var líka pabbi og hann var líka afi og afkomendur Agags, þeir birtast í Esterarbók í 3. kapítulanum. Og það er svolítið merkilegt, við höfum ekkert endilega verið að tengja þetta vel saman, en Esterarbók, hún er frá því svona 600 fyrir Krist, 650. Og þá eru Amalekítar ennþá til. Akkur var ekki Guð búinn að eyða þeim? Löngun Guðs er alltaf svo að hann vil gefa manninum tækifæri til þess að snúa við. Gjörðu iðrun, snúðu við, komdu yfir til mín. Við höfum þetta þessi viðkvæmu mannréttindi að við þurfum að velja. Hvað ætla ég að gera? Er ég maður sem að vel það að taka með fleiri eiginkonur? Eða er ég maður sem vel það að vera konu minni trúr? Sama hvað. Þið vitið, þetta er alltaf val. Þú getur alveg ráðið því hvort þú syngir eða ekki. Þú getur alveg gengið til drottins og fengið veg Guðs og vitað hvað framundan er. Ef að Guð er með þér, hver er þá á móti þér? Og svo komum við að þessari Esterarbók. Það er afskaplega sterkur þáttur í henni. Það segir frá manni sem ætlaði að útrýma gyðingum, búa til útrýmingabúðir og hann búinn að fá svar frá Persakonungi til þess að gera það. Og hann er kynntur svona til sögunar. Eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamadatssyni Agagíta mikinn frama og hófandi vex og setti stól hans ofar öllum stólum höfðingja þeirra er með honum voru. Og þessi Haman Hamadatsson Agagíti, þetta orð Agagíti þýðir að vera sonur Agags sem Samúel spámaður vann á. Og hann var Amalekíti, takk eftir. Svo þið sjáið alveg að fjandskapurinn við gyðinga, hann er búinn að vera í nokkrar aldir frá Amalek.
og við erum í þeim að tala aldirnar, 1000 ár, 10 aldir. Og það svolítið rót, það er djúpur rót í þeirri þjóð og sál. Í dag þekkjum við ekki Amalek, þeir eru horfnir. En sjáu þið hvað Haman ætlaði að gera. Það segir í 7. versinu, í 3. kapitulunum. Í 1. mánuðinum, það er í mánuðinu Nísan, á 12. ríkisári Asverusar konungs, var varpað púr, það er hlutkesti, í viðvist Hamans frá einum degi til annars og frá einum mánuði til annars og féll hlutkestið á 13. dag hins 12. mánaðar, það er mánaðarins Adar. Og takk eftir, hér er dagatal gyðinga. Hvenær er fyrsti mánuður hjá gyðingum? Mánuðurinn Nísan. Jú, það er, við köllum gjarnan mánuðurinn Apríl. Því þeir byrjuðu alltaf árið, fyrsti mánuðurinn var í apríl, þá voru páskarnir, það var fyrsta hátíðin. Hvað var svona merkilegt í það? Það var hátíðin, þar sem gyðingarnir fóru út úr Egyptalandi. Það var páska. Það var hátíðin sem Jesús Kristur kom inn í Jerúsalem, ríðandi á ösnufóla og lét alla spádómana rætast á nóinu og hann var hengdur á kross á föstudeginu langa. Í þeim mánuði. Og þá sjáu þið að það er eitthvað tenging á milli þess sem gerist í hinu andlega, bæði í Egyptalandi og í Ísrael. Og þetta er mánuðurinn sem við erum ennþá að halda upp á og við heldum ennþá páskana á svipuðum tíma og gyðingar af því við látum tunglið ráða för. Bæði kristnir og gyðingar. Jesús Kristur, hann var krossfestur við fullt tungl. Þess vegna gat ekki orðið sólmyrkvi. Tunglið gat ekki farið fyrir sól og jörð. Þess vegna var myrkrið á himnum þegar slökkt var á sólinni miklu alvarlegra mál heldur við áttum okkur á. Það var eins og Guð hafi bara slökkt á sólinni og það takti kínverskum heimildum að dagurinn hann var óvenju stuttur. Sólin settist óvenju snemma og Kínverjar vissu þetta var eitthvað stórt að gerast. Þeir vissu það líka bæði grískir sagnfræðingar og rómverskir. Þetta er skráð í rómverskum skjölum. Þetta er alltaf að koma upp núna að þessi skjöl eru til. Það er skráð hvenær Jesús Kristur dó sem syndari fyrir þig og fyrir mig. Og hvað ætlum við að gera í því? Þegar þetta er skráð í ýmsum skjölum fyrir utan Biblíuna, þá er þetta ekki bara eins og við köllum trúaratriði, þetta er bara sagnfræðileg staðreynd. Og það er það sem við erum alltaf að tala um. Þegar Guð grípur inn í söguna, þá er svo mikilvægt að við skynjum það að orð Guðs sem gyðingarnir voru búin að fá og þeim var trúa fyrir, það rættist. Orð Guðs rættist. Og sjáu nú hvers vegna Amalekítar fóru á móti orði Guðs og þjóðinni sem að trúa fyrir orði Guðs. Sjáu núna hvers vegna er líka farið á móti því sem að við erum að segja kristnir menn. Af hverju eru Bandaríkjamenn stöðulega í ófriði við aðra þjóðir og allt saman meira og minna í trúarbrögðum. Það er íslam á móti kristni. Haldið að þetta banki ekki hér hjá okkur? Haldið að þetta kom ekki líka hingað til okkar? Haldið að við, Íslendingar, þurfum ekki líka að velja? Við erum sem betur fer með fólk hér innan þessara veggja og á meðal okkar. Það er að skrifa bréf til skólastjóra, til menntamála, yfirvalda og biðja leiðréttingu að vera ekki að kenna börnunum þetta kynrugl sem er komið núna í gang. Ég þakka Guði fyrir að við eigum svona fólk á meðal okkar sem segir látum orð Guðs rætast. Látum orð Guðs halda áfram. Við þurfum ekki að vera eins og Amalekítar og bíða eftir því að Guð grípi í okkur og þurrki okkur út. Við eigum okkar náða tíma og þetta land okkar, það þarf ekki að fara í hundana. Það má alveg vera tilbúið til þess að rísa á fæturna og segja við viljum Guð vors lands. Við viljum lands vors Guð. Við viljum Jesúm Krist. Hans er heiðurinn, hans er dýrðin og allt það. Að lokum þetta. Ég ætla ekki að halda ykkur allt og lengi. Er ekki hann svöng? Er ekki komið kaffitími og svo framvegis? Það er bara eitt orð sem ég ætla að koma með.
ætla að fara í Korintubréfið. Nei, ég ætla að fara í Rómarbréfið 3:1. Efésbréfið 1:16 og Galatabréfið 2:2. Já, ég ætla að fara í Galatabréfið. Það taka ákvörðun, ljúka þessu. Af því að Galatabréfið, það er svo sterkur þáttur trúarinnar. Og við förum í Galatabréfið, það er 2. kapítuli og 7. vers. Og það segir Páll postuli við Galata. Og þú veitir, Galatíja, hún var í Tyrklandi og svo er sagt að þetta séu frakkar áður en að þeir fluttu til Frakklands. Því að það kom eitthvað los á þjóðirnar í kringum 400 eftir Krist að það voru kallað þjóðflutningarnir miklu. Þá voru bara heilu þjóðir sem tóku sér til, yfirgáfu land sitt og fóru annað. Og Galatíjar, það er meðal annars gallarnir, eða við köllum það frakka, og við erum með 2 frakka hérna hjá okkur. Svo gaman að því að litlu börnin hérna hjá honum Guðjóni, móður þeirra er frönsk. En hvað gerðist? Bréfið til Galatamanna, 2. kapítuli og 7. vers, það er alveg stórmerkilegur þáttur hjá Páli postula. Það segir að þetta: mig furðar að þér svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindisins sem þó er ekki til, heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En jafnvel vér eða engill frá himni færa að boða yður annað fagnaðarendi en það vér höfum boðað, þá sé hann bölvaður. Svo merkilegt var fagnaðarerindið. Og svo kemur 2. kapítuli og 7. versið sem að ég var að vísa til. Þvert á móti, þeir sáu að mér var trúað fyrir fagnaðarerindinu til óumskorinna manna eins og Pétri til umskorinna manna. Og sjáu hvað þetta er athyglisvert að Páll postuli, hann leggur það alveg á sig að benda Galatamönnum á honum var trúað fyrir fagnaðarerindinu. Þess vegna erum við með 13 bréf í Nýja testamentinu sem Páll postuli skrifaði. Hann skrifaði þetta til þín og til mín. Og þetta 13 bréf, þau eru okkur gefin til þess að við megum hlutdeild í fagnaðarerindinu. Og fagnaðarerindi Páls, menn hafa nú ýmsar skoðanir. Og menn eru ofta að segja, já, Páll segir þetta. Þetta er náttúrulega bara gamaldags sjónarmið. Leið og við segjum það, þá erum við að flokka fagnaðarerindi niður í að vera gamaldags sjónarmið. En fagnaðarerindið, það er sígilt. Og það sem að fagnaðarerindi segir stöðu konunnar og stöðu mannsins, það er þess vegna sígilt. Ef við höfum aðra skoðun og segja, já, ég er ekki að taka mark á þessu, það sem Páll segir, ef Páll fyrir þá stöðu hjá þér, þá er þetta að leggja þrengingu ofan á sjálfan þig, ofan á það sem fagnaðarerindið er að segja. Við erum líka kölluð til þess að varðveita þetta stórkostlega orð og leyfa gyðingum að njóta vafans, leyfa syndaranum að heyra hvað rétt er, svo hann geti tekið ákvörðun, gjöra iðrun, snúa við og láta fagnaðarerindið leiða sig. Gerum við grein fyrir því að fyrst að fagnaðarerindið fékk að leiða Bandaríkjamenn fyrir 250 árum og gera það stórveldi í dag, hvað er þetta að Guð geti gert hjá þér og þinni ætt og þínum afkomendum í næstu ár? Það er bjart framundan þegar Jesús Kristur fær að stjórna þér. Amen. Við skulum standa upp, gjörðu svo vel. Og ég er komin að endi minna orða og við skulum biðja Drottin að vera með okkur áður við ljúkum samkomunni. Drottinn, þakka þér fyrir miskunn þína, þakka þér fyrir blessun þína, þakka þér fyrir allt það sem þú hefur gefið okkur og trúað okkur fyrir og við látum hljóma. Takk Jesús að þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs, þú ert frelsari mannana. Við játum þig sem frelsaran, heyri amen. Við þökkum þig fyrir að þú hefur fyrirgefið okkur syndirnar og þú hefur leitt okkur fram svo við fáum að vera boðbera þínir. Við fáum að vera þekkt fyrir orð þitt og við fáum að hljóma eins og orðið þitt segir í Jesú nafni. Amen.
Og kæru vinir, náð Drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Svo skulum við syngja saman það sem Kitty með og við skulum lofa Drottin fyrir það að hann stórkostlegur frelsari og frábær konungur. Gjörðu svo vel. Í hans návist, í hans návist, finn ég frið. Í hans návist, í hans návist, finn ég ást. Í hans faðmi finn ég frið, krýp ég krossinn við.